Ef þið viljið nota GarageBand fyrir iPad til að búa til podcast þá get ég klárlega mælt með því þar sem að appið er beinlínis hannað til þess að taka upp og vinna með hljóð. Þegar þið opnið GarageBand byrjið á því að opna það sem heitir Audio Recorder og ég ætla að velja Voice. Hér í miðjunni hefur maður aðgengi að forstellingum fyrir hljóðupptökuna og þar sem ég er í þetta sinn að fara að taka upp tal þá fer ég hér inn og vel forstellinguna Narrator. Það sem er mikilvægt að gera svo áður en maður ýtir á upptökutakkan sjálfan er að fara í plúsin hérna efst í horninu, hægra megin, og þið sjáu þarna að Section A er stillt á 8 taktbil og við viljum stilla þetta á Automatic. Þannig að upptakan haldi áfram eins lengi og hún þarf en stopp ekki bara eftir 8 taktbil. Nú er ég tilbúin að fara að taka upp. Ég slekk á taktmælinum og nú byrja ég. Ég var í leigubíl daginn. Ég stoppaði upptökuna og nú ætla ég aðeins að kíkja á þessa upptöku. Ég smelli á valkostinn sem er hér þriðji frá vinstri uppi, þessar 3 línur, en bak við þennan valkost er vinnusvæðið þar sem ég get farið að klippa til þessu upptöku og ég fel bætt við hana einhverjum hljóðeffektum og tónlist og því líku. Ef ég vel upptökuna þá get ég strax farið í endan á henni og tekið til dæmis út óþarflega langa þögn í byrjun. En ef ég vil fara að klippa innan úr upptökunni og búta hann í sundur þá er best að ýta á hann einu sinni þannig að maður fái þessa valkosti hér og velja split. Þá fær maður þessi skæri upp og þau getur maður síðan staðsett þar sem maður vil skera upptökunni sundur og skorið með því að draga skærin niður. Svona getur maður farið yfir upptökuna og snirt hana til. Maður getur tekið burtu híkorð og maður getur eytt út hlutum sem maður ætlar ekki að nota og maður getur raðað bútunum upp á annan hátt. Nú langar mig til þess að bæta smá hljóðeffektum við. Ég fer hérna í lúputáknið efst uppi og ég ætla að finna mér hérna smá svona hljóðeffekta til að bæta við upptökuna mína. Ég var í leigubíl daginn og leigubílstjórinn vildi ræða málin. Þeir möguleikar sem maður hefur hér í þessum hljóðeffektum sem maður getur dregið svona inn ráðast að því hversu mikið maður hefur bætt við GarageBand. Maður getur bætt við alls konar svona hljóðaböngum og það er farið nánar í það í öðru myndbandi hér á YouTube-brásinni. Ég var í leigubíl daginn og leigubílstjórinn vildi ræða málin. Nú langar mig að bæta við smá hljóðfærum, tónlist. Ég fer í plúsin hérna neðst niðri og ég ætla að setja inn smá svona strengi til þess að búa til smá epík. Ég setja upptökun í gang. Ég var í leigubíl daginn og leigubílstjórinn vildi ræða málin. Þetta lítur vel út. Þegar að þátturinn er orðinn klár og maður er orðinn sáttur við upptökuna þá þarf maður að flytja hana út og vista hana þar sem er hægt að nálgast hana sem hljóðskrá sem er hægt að deila áfram. Þið veljið skjal, táknið hérna efst í horninu hægra megin. Svo vel ég Select efst í horninu vinstra megin. Finn GarageBand skjalið sem ég var að vinna í og vel það. Svo vel ég Sér á stikunni hérna neðst á skjánum. Smelli á Song. Ég ætla að halda þessu vali sem þið sjáuð hér, High Quality, og velja Sér. Hér fáum við upp fjöldan allan af möguleikum hvert við viljum setja upptökuskrán okkar. Ég ætla að velja Open In, Save to Files og ég ætla að velja möppuna GarageBand for iOS í iPadnum sjálfum. Ég gef því viðeigandi nafn. Svo get ég nálgast upptökuna í gegnum Files appið í framhaldinu til þess að deila því með hverri þeirri leið sem dettur í hug með umheiminum.